Góðan daginn, kæri gestir, hjartalega velkomin. Við ætlum að hafa þetta með svona hefðbundnu fyrirkomulagi. Ég ætla fyrst að biðja Signýju fjármálastjóra að fara yfir tölurnar og svo fer ég yfir svona vinnu sumarsins, hvað við erum búin að gera. Og svo í framhaldinu því er opnað fyrir spurningar. Og ég hveti þetta alla, sérstaklega greiningadeildir og slíka aðila sem vilja fá mjög nákvæmar útlistinnar, bara til að hitta okkur og við erum náttúrulega mjög opin fyrir því að halda fundi uppgjörinn og okkar áætlanir og annað því um líkt, þannig að svo að það sé sagt að þá vil ég endilega hvetja ykkur til að nýta það. En ef við byrjum svona bara fundin þá vil ég hjartalega bjóða Signýju velkomna, fjármálastjóra, og hún ætlar að fara yfir uppgjör annars ársfjórðungs fyrir árshelmings. Takk. Komið sæl. Ég ætla aðeins að renna yfir ykkur með yfir tölur bæði annars ársfjórðungs og fyrsta helming ársins. Og við byrjum kannski bara á lykiltölum ársfjórðungsins. Það voru tekjur 5.023 milljónir, EBITan 1.216, afkoman var 215 milljónir í tapi og eiginfjárhlutfallið 35,6%. Aðeins að bíða eftir tækninni. Svona helstu atriði eða þættir sem hafa áhrif á þennan fjórðung og fyrri helming ársins. Það er náttúrulega eins og þið þekkið kannski fyrsta fjórðungi, það er þessi sala á hey og svo breyting sem þar varð á, sem skila okkur einskiptis söluhagnað upp 817 milljónir. Það er þessi breyting sem við gerðum á framsetningu sýningarréttarins sem snýr að því að nú er raun og veru allur kostnaður tengdur honum fyrir gegnum afskriftir og hefur þar af leiðandi áhrif á EBITDA á tímabilinu. Við erum búin að uppfæra samanburðartölu 2018 út af þessu, þannig að þær eru í raun og veru like for like á milli tímabila. Við innleiddum fyrir 16 tímabilinu nýjan reikningsskilastaðal leigusamninga. Innleiðingaraðferðin okkar var á þann veg að við höfum ekki breytt samanburðartölum 2018 vegna þess. Gengi hefur leikið okkur svolítið grátt á tímabilinu en óhagstæð þróun gengis á fyrir helming árs 2018 á móti saman tímabili fyrra er í kringum 70 milljónir og áhrif kjarasamningar er raun og veru óbreytt frá okkar mati í fyrsta fjórðungi eða eru metin í kringum 115 milljónir yfir árið. Ef við horfum á reksturinn fyrir annan fjórðunginn þá voru tekjur eins og ég sagði áðan 5.023 milljónir og lækkuð 134 milljónir á milli tímabila. Kostnaðarverðið var 3.290 milljónir og hækkað 132 milljónir. Þetta er að stórum hluta til út af gengisþróun, náttúrulega rosalega stór kostnaður hjá okkur er í erlendum gjaldmiðlum út af sýningarréttunum og þetta er að hafa talsvert mikil áhrif á okkur. Þótt þetta velti hratt í gegn, það er samt innkaupin á hærra verði og þar af leiðandi kostnaður sem fyrir gegn talsvert hærri. Rekstrarkostnaður er 1769 milljónir á móti 1810 á fyrra tímabili og lækkar 41 milljón og þetta gefur okkur EBITDA upp á 1216 milljónir á móti 1270 sama tímabili fyrra sem lækkun 54 milljónir. Þessi niðurstaða skilar þessu tapi upp á 215 milljónir á móti 9 milljón króna tapi á sama tímabili fyrra og sem er þá í raun og veru aukning á tapi upp á 206 milljónir. Framleiða hlutfallið er 34,5% á þessum fjórðungi á móti 38,8% og helsta ástæða þessar breytingar er, eins og ég sagði áðan, þessi gengis þróun sem hefur verið og þar af leiðandi aukning í kostnaði. Ef við skoðum tekjustraumana þá er fjölmiðlun með 2.170 milljónir og lækkar 59 milljónir á milli fjórðungana. Interneti fyrir 1208 fer úr 1301 í 1208. Við erum að sjá 2% lækkun á farsímanum á milli tímabila. Fastlínan í raun og veru heldur áfram að lækka, við erum þó búin að stemma aðeins stigu frá lækkuninni í fyrsta fjórðungnum sem er jákvætt en við teljum þó að þetta verði nokkuð áframhaldandi þróun út árið sem er bara í takti breytingar í þjóðfélaginu. Vörusalan stendur í stað á milli tímabila og aðrar tekjur aukast 67% frá sama tímabili ári áður. Sjóðstreymið, ef við horfum á það, þá var handbært fé frá rekstri 1290 milljónir
og jókst 312 milljónir þarna milli tímabila. Fjárfestingarhreyfingarnar eru 799 milljónir og þetta eru gott að hafa í huga, þetta eru fjárfestingar bæði í varalegu rekstrarfjármunum og sýningarréttunum og öðrum óumsluðum eignum. Fjármögnunarhreyfingar 184 milljónir sem fór út vegna þeirra á móti 576 sem kom inn í fyrra þar sem var í raun og veru endurskipulagning á skuldum á því tímabili. Þannig að við erum að sjá handbærsfé í lok tímabilsins nokkuð sambærilegt en þó aukning 61 milljón. Það er líka ágætt að horfa á frjálst fjárflæði. Það er 645 á þessum öðrum ársfjórðungi núna á móti neikvæðu 327, þannig að það er aukning upp á 972 og helst er það ástæðan fyrir því eins og þið sjáu þannig að fjárfestingarhreyfingarnar hafa lækkað talsvert á milli tímabila sem svolítið endurspeglar í raun og veru. Þær voru þungar ári áður en við erum í raun og veru svolítið að minnka núna og stemma stigu við allar þessar fjárfestingar en það var náttúrulega veruleg fjárfesting í fyrra út af samrununum og þeim breytingum sem var gert í því samhengi. Ef við förum síðan í 6 mánuðina og þá sjáum við lykiltölurnar vegna fyrsta árshelmingsins. Tekjurnar þar eru 9.998 milljónir, EBITan 2.476 milljónir, hagnaðurinn er 455 milljónir og eiginfjárhlutfallið er 35,6. Og ef við förum aðeins ítarlega ofan í þessar tölur, þá er þarna lækkun á seldum vörum og þjónustu upp á 189 milljónir eða 2% meðan kostnaðarverðið hækkar 195 og eins og ég að segja að stór hluti þessa er þessi aukning í dagskrárkostnaði sem við erum að kljást við núna og reyna að hafa áhrif á eins og við getum. Framleiðin lækkar þar af leiðandi 384 milljónir. Við höfum aðeins náð að stemma að stigu við rekstrarkostnaðinum og erum að halda því áfram en hann er 3.591 milljón á móti 3.631 og lækkar 40 milljónir og það er raun og veru lækkun sem gerist meirihluta til öll í öðrum ársfjórðungi. Við erum að sjá EBIT upp á 2.476 milljónir og hún er nokkuð sambærileg á milli ára. Þetta skilar hagnaði tímabils upp á 455 á móti 42. Þannig er rétt að hafa í huga þó að þarna er inni hagnaðurinn af hey. Framleiða hlutfallið það er 36,4 móti 39,5% á sama tímabili fyrra og EBITDA hlutfallið 24,8 móti 24,2. Tekjustraumarnir fyrir fyrstu 6 mánuðina. Þarna er í raun og veru ákveðin jákvæð þróun sem við sjáum. Ég meina fjölmiðlunin er að lækka 2%. Internetið það í raun og veru hækkar 1% á milli tímabila. Farsíminn fer niður 2%. Fastlínan eins og þið sjáum hún lækkar 20%. Og eins og ég var að segja áðan við höfum aðeins náð að stemma stig, hún fór niður 24% í fyrsta fjórðungi. En við erum búin svona á year to date, þá erum 20% lækkun á milli tímabila. Vörusalan lækkar 3% og við erum síðan að sjá hækkun í öðrum tekjum 10% á þessu tímabili sem gerir raun og veru þessa heildarlækkun á tekjum tímabilsins 2%. Sjóðstreymið, handbærsfé frá rekstri er 2.080 milljónir á móti 2.144, lækkar þarna 64 milljónir. Fjárfestingarhreyfingarnar 1.826 milljónir á móti 2.694, þannig að sjáu þið augljóslega í raun og veru þessa lækkun í fjárfestingum á milli tímabilana og fjármögnunarhreyfingar 232 á móti 572. Ef við horfum síðan á frjálsa fjárflæðið þá í raun og veru erum við að sjá 720 milljónir fyrstu 6 mánuði ársins sem við teljum í raun og veru vera jákvæð þróun. Þetta var kostnaðarþungur helmingur, bæði náttúrulega vegna breytingar á framkvæmdastjórn félagsins og þessari gengisþróun sem hefur verið á móti neikvæðu frjálsu fjárflæði á sama tímabili fyrra. Efnahagsreikningurinn er nokkuð stöðugur á milli tímabila. Helstu breytingarnar þar er raun og veru innleiðing IFRS 16. Svo sjáu þá kemur þarna inn afnotaréttur upp á 3.400 milljónir. Salan á hey leiddi til þess að við erum nú með eignarhlut í félögum upp á 1.250 milljónir og aðrir liðir haldast nokkuð sambærilegir. Aðrir veltufjármunir lækka 334 milljónir sem skýrist helst bara breytingum á sýningarréttum og stærsti hlutinn þar inni er enski boltinn.
sem fer út frá okkur eftir þessa 6 mánuði. Þannig að við erum að sjá í raun og veru aukninguna á eignahlið efnahagsreikningsins upp á 3,4 sem nokkurn veginn í raun og veru það sem kemur inn út af IFRS 16. Ef við förum síðan yfir í skuldahliðina á eigið, þá eigið fé að aukast 1%, en það rosa gott að hafa það í huga. Eigið hlutfallið á milli tímabila ekkert alveg að fullu sambarlegt út af IFRS 16. Það 35,6 eins og ég sagði við ykkur áðan, en ef innleiðingin hefði ekki átt sér stað þá væri það 40,9 og hefði hækkað frá áramótum vegna niðurstöðu rekstrarreiknings. Skuldahliðin nokkuð sambarleg einnig við áramótin. Það IFRS 16 sem kemur þar inn og svo í raun og veru salan og hey sem gerir það verkum að þessar skuldir sem voru flokkaðar til sölu fara út. Þannig að þessi þróun nokkuð eðlileg. Vaxtabeinandi skuldir eins og við sjáum hérna niður að aukast, en það eingöngu út af því að við tökum inn í þær skuldir sem tilheyra leigusamningunum og eiginfjárhlutfall eins og ég sagði áðan. Það bara nokkuð gott og stabílt. Hérna sjáum við þessa lykilmælikvarða. Veltuhlutfallið lækkar frá 1,1 niður í 1 sem stórum hluta til svolítið tímabilsbreytingar í raun og veru bara hvernig við erum að þróast í raun og veru með við lok júní versus áramótin, og hreinar vaxtabeinandi skuldir eins og við sjáum án IFRS 16 haldast bara nokkuð stabílar. Samleiðin, okkur langaði svolítið að sýna ykkur samleiðina eins og hún átt sér stað bara út frá í rauntölum fram til dagsins í dag, eða dagsins sem við erum að fjalla í reikningsskilunum. Samleiðin byrjaði í raun og veru ekki að tikka inn almennilega fyrir fyrri helmingi árs 2018. Þannig að þið sjáu þarna á seinni helmingi árs 2018 fyrri helmingi árs þá sjáu þið hvernig tæknisamleiðin þróast. Hún í kringum 125 milljónir, meðan samlegir ekstrakostnaði kemur inn í kringum 50 milljónir. Öðrum helmingi 2018 þá heldur tæknisamleiðin í raun og veru áfram að byggjast upp og fer upp í kringum 225, þannig að samanlagt þetta í kringum 375 milljónir sem við sáum inn á árinu 2018. Við erum að sjá núna fyrsta helmingi árs 2019 í raun og veru þessi samlegar áhrif halda áfram og í raun og veru höfum við aukið við þau á fyrstu 6 mánuðunum í tækninni miðað við í raun og veru áhrifin sem við sáum á seinni helmingi 2018, þannig að það virkilega jákvæð þróun á okkar mati. Samleiðin í rekstrakostnaði, hún helst nokkuð stabíl á milli 2018 og 2019 og við erum að gera ráð fyrir því að ná aukinni samlegð þar á seinni helming árs 2019. Plús það, við erum búin að fara í miklar hagræðingaraðgerðir í sumar, við erum búin að fara mikið yfir þá byrgjasamninga sem við erum með út frá þessari gengisþróun sem ég var að segja við ykkur áðan og fleiri þáttum, eins varðandi í raun og veru stöðugildin hérna. Þannig að við eigum vona á bara þessar hagræðingaraðgerðir sem við erum búin að fara í skili og muni skila í kringum eða yfir 50 milljónum, en það byrjar þó ekki að tikka inn fyrr en fyrst í desember og svo út árið 2020. Horfurnar fyrir 2019, við erum í raun og veru með óbreyttar horfur fyrir fjárfestingar og frjálst fjárflæði. En svo við kannski tóku eftir þá breyttum við horfunum fyrir EBITu nú nýverið og við erum að gera ráð fyrir að hún verði 5,6 milljarðar eftir árið 2019. Við erum virkilega búin að fara vel ofan í allar áætlanir, allar tölur og við teljum okkur vera mjög raunsæ með þessa tölu fyrir árið. Net debt EBITDA hlutfallið 2,6 og við teljum í raun og veru okkur vera vel fjármögnuð og sýna fram á það með þessu og það ágætt að hafa það í huga að þarna erum við komin í raun og veru með leiguskuldbindingarna inn í þegar við erum að setja þetta hlutfall fram. Heiðar, taka við. Þegar við hittum síðast hérna í maí, kringum miðjan maí, að þá var ekkert komið fram með hvaða áhrif enska úrvalsdeildin myndi hafa. Hún var að flytjast frá okkur, þannig að mér langaði að deila með ykkur nokkrum tölum sem lúta á því. Að þetta svona fjöldaþróun, við höfum nú ekki áður birt þessar tölur en við viljum þetta vera eins opin og við getum og sýna ykkur raunverulega hvað er að vera í félaginu hverju sinni. Og þið sjáið á þessum tölum að það ekki mikil breyting í sumar, þannig að það ekki eins og viðskiptavinir séu að hlaupa í burtu eða hlaupa til annars aðila.
Ég get líka sýnt ykkur til fróðleiks að fjölda þróun í sportinu hjá okkur. Við erum með hérna 1000 fleiri áskrifundur núna bara í þessari viku, heldur en var í þessari viku í fyrra. Á móti kemur að við höfum auðvitað lækkað verðið og það er ekkert launungarmál að þegar útboðið var á ensku úrvalsdeildinni að við vildum ekki bjóða jafn hátt verð og aðrir vildu og við höfum ekki viljað fá þessa efnisrétti á þessu verði sem var síðan greitt fyrir það. Þannig að við losuðum auðvitað rekstrakostnað í kringum þetta og gátum þar að leiðandi lækka verðið sem strax vegna þess að það er mikil verðteygni á þessum markaði sem þá kom fram í því að það fjölgaði áskrifendum. Þannig að eftir sumarið að þá þegar við horfum yfir svona okkar rekstur að þá er engin meira átt að breyting svona í þessum grunnrekstri. En það sem við hins vegar höfum verið að gera í sumar það er að fara í miklar aðgerðir. Og frá því að við hittum síðast og ég var þá bara búin að vera held í viku eða 2 við stjórnvölinn að þá erum við búin að gera ansi margt tel ég og það hefur tekist mjög vel. Við fengum allt fyrirtæki með okkur í stefnumótun. Hún var unnin alveg frá grassrótinni og upp. Við vorum ekki með utanaðkomandi ráðgjafa, við fengum bara fyrirtæki sjálft til að gera þetta út frá ákveðinni forskrift sem áður hefur verið unnið með og upp úr því kom rosalega einróma skoðun hvert skyldi stefna. Og ég ætla að sýna ykkur það á eftir. Í framhaldinu af því var farið hún í grunninn með út frá þessari stefnumótun á hvaða vörumerkjum við ættum að vinna og hvernig við ættum að tala fyrir hvert vörumerki og það er búið að afgreiða það. Í framhaldinu af því þá var skipurritinu breytt. Við færum til að mynda auglýsingasölu af miðlum og yfir á fyrirtækjasvið. Við tókum öll sölusviðin saman, settum þau undir forstjóra, byggum til nýtt samskiptasvið, við fækkuðum deildum, við sameinuðum deildir og út úr því kemur náttúrulega ákveðin hagræðing og ég mun fara betur ofan í það á eftir. Og svo í framhaldinu af því að þá hefur verið svona heilt yfir farið að ég að skoða bara grunnreksturinn hérna og það hefur mikil vinna að fara í það í sumar, þannig að ég tel að sumarið hafi verið mjög vel nýtt. Hér fer ég inn á stefnumótunina. Þetta er svona til einfaldanar að í raun og veru eins og ég hafi nefnt áður, við erum að snúa okkur frá því að vera svona tæknidrifin yfir í að vera viðskiptavinadrifin. Viðskiptavinurinn er okkur allt og til þess að fara betur að viðskiptavinnunum og tryggja þetta langtíma viðskiptasamband, þá þurfum við að einfalda reksturinn hjá okkur, við þurfum að einfalda samskiptin við viðskiptavinin. Inn í það kemur þessi upplifun sem er líka þá stafræn aðlögun sem við erum að fara í og erum vel á veg komin með. Það einfaldar mjög öll samskipti og bætir og svo er það í raun og veru að verðlauna tryggð viðskiptavina. Það er búið að vera mikið róta á þessum markaði, búið að vera mikið af inngöngutilboðum og annað. Við viljum miklu frekar gefa þeim afslátt sem hafa verið lengi í viðskiptum heldur en öðrum sem hlaupa á milli tilboða. Þannig að upp úr þessu kemur síðan þessi vörumerki og samskiptastefna og aðalgrunnurinn í því er að sýn er ekki eitthvað sem við seljum, sýn er bara nafn á hlutafélagi sem er skráð í Kauphöllinni. Við erum ekki að selja hlutabréf þannig að þetta er heitið á lögaðalanum. Við erum Vodafone, við erum Stöð 2 og það er það sem við munum nota. Þetta passar mjög vel inn á við hjá okkur vegna þess að fólki tengir miklu betur við þessi vörumerki. Út af við á þetta ekki síður við. Þannig að við erum núna búin að endurskipuleggja haustdagskrána. Hún verður kynnt núna 7. september á Stöð 2. Hún lítur alveg ljómandi spennandi út og við erum að fara að styrkja þessi vörumerki Stöð 2 og Vodafone. Við gleymum auðvitað ekki öðrum vörumerkjum sem við erum með eins og Vísi og útvarpsstöðvunum, en þær er ekki beint með auglýsingatekjur. Þannig að það er öðruvísi nálgun sem við tökum þar. Skipuritið eins og ég nefndi, það er búið að breytast og þetta er í framhaldinu af þessari vinnu, þannig að í raun og veru ber ég núna ábyrgð á allri framlínunni, öll salan heyrir undir mig og við tókum mannauðssviðið sem áður hafi verið undir fjármálasviðið, færið það beint undir forstjóra, þannig finnst mér hlutirnir eigi að vera. En samskiptasviðið sem er raun og veru markaðssvið og fleiri einingar sem fara þar inn, fjárfestatengsl og innri markaðssetning og fræðslustarf og annað því um líkt, að það verður allt á einu sviði. Og önnur svið, það er náttúrulega búið að vera mikla breytingar. Undir síðan hverju sviði hérna eru forstöðumenn og mesta breytingin var auðvitað gerð á miðlunum. Og við erum búin að núna tengja betur sviðin saman, stóðsviðin og tekjusviðin. Þannig að við höldum að allar boðleiðir hafi verið styttar, þetta hafi verið einfaldað og með því fæst hagræðing og endanum miklu betri upplifun fyrir viðskiptavini. Eins og Signý kom inn á hérna áðan að þá raun og veru búið að vera mikla breytingar á stöðugildum
Stöðugildum frá því að við hittum síðast í maí hefur fækkað hátt í 10% í fyrirtækinu. Við erum búin að fækka millistjórnendum ótrúlega mikið í raun og veru. Það að minnst kosti einn millistjórnandi farinn fyrir hverja 2 almenna starfsmenn á þessum tíma. Við höfum farið í endursamninga. Þessir breytingar sem eru hérna, þessar fyrstu 4 breytingar, að það eru auðvitað að koma fram með tíð og tíma. Vegna þess að það eru náttúrulega samningar sem renna sitt skeið og svo eftir 3 mánuði, 4 mánuði, 5 mánuði að þá kemur þetta fullu inn í reksturinn. Og við erum búin að í raun og veru til ég lækka kostnaðarstig fyrirtækisins varanlega meira en 600 milljónir á ári pluss og við ætlum auðvitað að gefa í þar. Og þetta er eitthvað sem við sjáum tækifæri í. Lengri tímamál síðan eru stafræn framþróun sem veldur alveg gríðarlegri hagræðingu. Við erum búin að vinna mikla vinnu í kring og það, erum að vinna með Vodafone Global í því og viljum gjarnan vera fremst á því sviði hérna, teljum mikla möguleiki í því. Og svo er áframhaldandi hagræðing í innkaupum. Við erum að breyta til dæmis efnisframboði á sjónvarpinu okkar, þar sem við erum að fara að framleiða meira íslenskt. Við erum komið með nýtt stúdíó hérna fyrir aftan sem við erum að fara að framleiða þætti í og við getum þá sparað okkur erlend innkaup. Þetta er eitthvað sem í gegnum tíðina hefur auðvitað sveiflast til og frá eftir styrk krónunar, hvort það er hagstæðara að framleiða hér eða fyrir utan. Það er margt sem hefur gerst í íslenska svona framleiðslu kúltúrnum, þannig að þeir standa nú ekkert sérstaklega vel þessi framleiðslufyrirtæki á Íslandi. Við hins vegar erum eina alhliða fjölmiðlafyrirtækið. Við erum með netið, við erum með útvarpið, við erum með þessar sjónvarpsstöðvar, við erum með ólínulegt, línulegt, við erum með beinar útsendingar, við erum með fréttastofu og við erum með eigin dagskrárgerð, eigin framleiðslu. Og þetta er eitthvað sem við ætlum að nýta okkur. Og þetta er styrkur til lengri tíma. Þannig að það sem ég horfa á núna helst, það er að sjóðstreymi fyrirtækisins, það er það sem ég hef skipta öllu máli. Breytingar og reikningsskilum og annað veldur því að það er kannski óljóst hvað er nákvæmlega að gerast svona á milli tímabila. Sjóðstreymið hins vegar lýgur ekki, við vitum bara nákvæmlega hvað kemur í kassan og hvað situr eftir þar. Og hagræðingaraðgerðirnar sem við erum að grípa til, þessi nýja stefnumótun, þetta styður allt við það að sjóðstreymið sé að fara að batna verulega á næstunni. Það er annað líka sem við þurfum að hafa í huga, þessi fjárfestingakúfur sem byrjaði í raun og veru 2014-15, sem var fyrst innleiðing á 4G hérna, síðan sameining fyrirtækjana, að sá kúfur eru að baki. Þannig að næstu 2 árin tel ég almennt á þessum markaði verði frekar fjárfestingalétt. Það er nú áhugaverður fundur á morgun hjá Póst- og fjarskiptastofnun um uppbyggingu 5G hér á landi. Hvað það varðar að þá höfum við þá skoðun að Ísland er ljósleiðara væddasta land í heimi með rosalega hagkvæma uppbyggingu og lág gjöld fyrir ljósleiðaratengingar, háhraðatengingar. Þannig að það er mjög óvíst að einhver mikill kraftur fari í 5G uppbyggingu. Til að mynda í Þýskalandi og Shanghai og fleiri stöðum þar sem er ekki búið að ljósleiðaravæða að sama skapi. Þar er akkur í að fara af stað með 5G, vegna þess að þá sleppur ljósleiðaravæðingun og fer beint í gegnum loftið. Hérna þegar ljósleiðaravæðingin er búin að eiga sér stað, þá er engin pressa á 5G. Það er bara hreinlega ekkert viðmót sem einhver vill borga fyrir. Við erum búin að vera að prófa hérna 5G-senda, staðallinn er ekki eins og komin. Viðtækin til að nota þetta, það eru til 2 viðtæki í heiminum í dag sem styðja við þetta. Það eru rándýr og batterið duga mjög skammt og þetta er framtíðarsöngur. Þannig að hvað sjóðstreymi varðar, þá er ég mjög bjartsýnn á þróun sjóðstreymis næstu árin og tel að við séum búin að ná ágætis tökum á reksturinn. En nú vil ég bara opna fyrir spurningar. Og það er mikrofón hérna sem ég bið ykkur um að notast við þegar þið spyrjið, þannig að gjör svo vel. Signý, þú kemur kannski með mér. Takk. Kannski byrja á bara því að við vorum að klára sjóðstreymið. Þið eru að lækka áætlun ykkar 400 til 900 milljónir króna. Haldið fjárfestingum óbreyttum en samt ætlið að ná óbreyttu frjálsu sjóðstreymi. Geturðu brúað þetta bil? Hvernig þið ætlið að ná þessu? Já, við í raun og veru teljum okkur miðað við hvernig við erum að sjá sjóðstreymi núna frá þessum fyrsta helming ársins. Þá teljum við í raun og veru út frá þeim horfum sem við erum sett frá, út frá samsetningu á fjárfestingunum, bæði sýningarrétti og valinu rekstrarforminum. Við getum í raun og veru haldið þessum horfum. Við teljum okkur verða við neðra bilið þeirra. En
Teljum samt að þetta sé raunhæft. Við erum að halda í okkur í fjárfestingum, þar af leiðandi þá er ég ekki að meina það að við séum að stoppa í fjárfestingum hvað varðar það sem kjarnastarfsemin okkar þarf. En við teljum að fjárfestingar ársins, við verðum í neðra bilinu sem við höfum gefið út. Við erum að breyta samsetningun á því sem við erum að kaupa í sýningarréttinum og því sem við erum í varalegum. Þannig að okkar horfur út frá þessu, þá teljum við það styðja við getum verið þarna í 1,6. Þannig að það er í raun og veru eins og við höfum sett það fram, eins og við horfum á þetta, þá teljum við það ennþá vera raunhæft. Já, við sjáum náttúrulega á fyrri helmingi ársins, það voru komnar 750 milljónir í frjálst sjóðstreymi og út af ástíðasveiflu að þá er þriðji fjórðungurinn bestur í farsíma og svo fjórði fjórðungurinn langbestur í fjölmiðlum og þriðji fjórðungurinn líka næst bestur í fjölmiðlum. Þannig að sjóðstreymi, frjálst sjóðstreymi á seinni hluta ársins á að vera talsvert yfir þessum 750. Og við höfum verið kostnaðarþung í þessum helmingi. Við erum bæði með, eins og ég var að segja, breytingar á framkvæmdastjórn. Það er þungur kostnaðar þann inni sem við erum ekki að sjá á öðrum árshelmingi. Þannig að við teljum þetta að vera raunhæft. Fyrst ég með mikrofónin áfram, bara lauma þannig. Þið eru að hafa aðkomaði að stofna nýtt símafyrirtæki sem var tilkynntum í síðustu viku ef ég skil máli rétt. Getið þið bara farið yfir hvað þið sjáuð í því, hvers vegna það er ástæða til þess að hafa þessa aðkomu og í rauninni hvort að hún sé beint að einhverju sambærilegri vöru hjá samkeppnisaðila ykkar sem hefur verið að ganga vel. Já, það er svona kynslóðaskipti, það er ágætt að horfa á útvarpið. Við erum með Þorgeir Ástvalds, hann er búinn að fylgja sínum hlustendum mjög lengi. Svo erum við Gulla og Heimi sem erum með aðeins yngri og svo heldum maður áfram og svo erum við Brennsluna og það þarf alltaf að finna nýtt og nýtt og við ákváðum að fara í samstarfið 101 upp á að reyna að sjá hvort það var þetta ungt fólk til að hlusta á útvarpið og búa þá til nýja vöru sem myndi fylgja síðan hlustendunum í gegnum lífið. Og í framhaldinu af því fórum við að sjá að þau tengdu mjög vel við nýja markhóp þar sem við höfum ekki verið mikið. Vodafone er fyrst og fremst svona fjölskyldubrand. Þannig að þegar við horfum á það að þarna er hægt að búa til yngra brand, yngra vörumerki, þá sjálfsögðu vildum við gjarnan taka þátt í þessari tilraun með þeim sem bara lukkast stóru vel. Þannig að þetta er bara, í stað þess að við séum að reyna að vera hipp og cool, að þá erum við með aðra í því. Einhverjar fleiri spurningar? Nei? Já. Það er varandi áætlun ársins uppfærða sem nefnir að sé raunsæ, eins og þið segið. Getið þið komið aðeins inn á svona áætlunir ykkar og kannski á þessum í fjölmiðlunni og samkeppni með Stöð 2 ný dagskrá einhverjar verðbreytingar framundan? Já, við erum að breyta verðum og við erum auðvitað líka bara að takast á við þróun sem er morgunljós að það er að minnka línulegt áhorf og svona hám áhorf er í raun og veru að aukast, ólínulegt og við erum að snúa smá saman við áherslunum í þeirri starfsemi. Og þess vegna erum við með breytingar á teikniborðinu núna sem verður væntanlega farið í bara strax í vetur að vinna á þessu. En okkar áætlanir auðvitað hafa hingað til staðist engan veginn og við erum búin að fara í gegnum allt það spáferli. Við erum búin að vinna hlutin upp á nýtt og með nýjum fjármálastjóra og nýrri framkvæmdastjórn höfum við breytt algjörlega vinnulagi. Þannig að ég tel að núna með því að horfa bara hreint og beint á sjóðstreymið, vegna þess að sjóðstreymið lýgur aldrei, að þá erum við komið með sjóðstreymisbrá sem er, held ég, mjög áreiðanleg. Og síðan út frá því og við erum auðvitað með okkar grunnspár og annað í rekstrinum. Þannig að ég tel að þessi áætlun ársins sé hófleg. Auðvitað ætlum við að reyna að gera betur og á næsta ári miklu betur. Þannig að þetta er svona það eina sem ég get sagt akkurat núna. Hluti af áætluninni er að gera ráð fyrir verðlækkun á verðbreytingum, já. Algjörlega. Þetta er svona bara svolítið opin spurning, en mér langar bara að spyrja. Samruninn er upprunalega
tilkynntur, það eru tilkynntar ákveðnar áætlanir sem síðan ekki raungerast eins og þú hefur farið yfir. Mér langar bara að spyrja, getur þú reflektað eins fyrir mig hvað skeiði, eða hvað varð til þess að þessar áætlanir gengi ekki upp? Og ég sem hef heyrt hvað þið er að gera á móti því, sko, en mér langar bara að gefa það tækifæri til þess að útskýra það eins betur. Já, við getum líka bara átt fund og farið bara í gegnum hverja einustu tekjulínu, en það sem er undirliggjandi, það er að farsímabransin hefur gefið gríðarlega eftir. Og ef við skoðum bara, eins og ég nefndi á síðasta fundi, undir vísitölu neysluverðs sem snýr að fjarskiptum, hún hefur lækkað frá 2015 um 79%. Og verðsamkeppni, inngöngutilboð, annað því um líkt hefur verið ævintýralega aggressíft á markaði. Og við sjáum núna að markaðurinn er aðeins að jafna sig. Inngöngutilboðum hefur á stóru leyti verið hætt. Fólk gat verið með í raun og veru ókeypis fjarskipti í alltaf 3 mánuði og síðan farið á milli aðila og þannig tryggt sér ókeypis fjarskipti allt árið. Fjarskipti sem annars hefur kostað 18–20.000 á heimili. Og þetta náttúrulega tekur alveg rosalega mikið út af markaðinum. Þannig að maður horfir á eins og farsíma reksturinn hjá okkur að bara í raun og veru tekjupressan sem þar er, eins og við sjáum á tölunum sem ég var að birta þetta áðan, það er ekki eins og við höfum mist gríðarlegt magna viðskiptavinum, en bara tekjupressan sem hefur verið þar hefur verið svakaleg. Þannig að það má alveg halda því fram að það séu milljarður af EBITu sem hafi farið út úr fjarskiptabransanum hjá okkur. Á sama tíma ætluðu þetta að fá 1,7 milljarð út úr samrunanum inn í okkar rekstur. Það var EBITDA spáin sem við vorum að vinna með. Þannig að ef það munar hérna milljarði þá ætti þetta að vera svona 700. Þegar síðan þessi samkeppni þessi samruna á sér stað, að þá er stjórnin ekki með sama hætti hún væri í venjulegu árferði hérna. Þannig að kostnaðaraðhald, annað því um líkt, áætlanagerð og annað fer svolítið úr böndunum. Þannig í stuttu máli það er skýringin á þessu. En ef það er ekki fleiri spurningar þá þakka ég ykkur bara kærlega fyrir komuna. Takk.